Helgi Magnús Gunnarsson, verður velkomin til minn í spjallið. Þakka fyrir, takk fyrir að bjóða mér. Þakka kærlega fyrir að koma. Ég er náttúrulega búin að suða svolítið í þér. Við höfum verið að reykast á hvern annan í ræktinni. Já. Og ég myndi segja að þú sett undanfærin ár búin að vera svona áhugaverðasti opinberi starfsmaðurinn og mér lengi langar til að fá þig til að koma og spjalla við mig þannig að ég þakka kærlega fyrir það aftur. Kannski byrjum bara svona á, þú veist, þessum hefðbundnu bakgrunnsspurningum, svona hver er maðurinn og hvernig þú kemur þér á þann stað sem þú ert í dag, og við byrjum alveg á byrjuninni, til dæmis lögfræðin. Hvenær byrjar að heillast af lögfræðinu og ákveður að fara að leggja það svið fyrir þig? Já, við erum að byrja svona einhverjum 15 árum áður, ég byrjaði að læra hússmiði. Já, það. Þegar ég bara á aldriði 15 ára, og ég vann við það, ég kláraði skóla og svo sveinspróftítur og byrjaði bara að vinna 18 ára, og var í 10 ára að vinna sem hússmiður. Nú, það, já. Það er með húsasmiðarmeistararéttindi, og svo fór ég í kvöldskóla og náði mér í stúdentspróf. Ég hafði ekki verið mikill námsmaður framan af, ekki alveg við bókina, þannig að ég þurfti smá tíma til að róa mig niður, og síðan þegar ég var 28 ára var ég búin að fara í kvöldskóla og ná mér í stúdentspróf, og það fór ég í lögfræðina. Já. Þetta er bara búið að blunda með mér, ég veit ekkert af hverju ég fekk áhuga á þessu, Er það eitthvað svona réttlætiskennd sem að kvikna í þér fljótlega, eða? Kannski verður maður að setja sig á eitthvað stall maður heldur sig að eitthvað ekstra mikið af henni, en jú, það er einhvern veginn þessi lógík, hvernig þú getur list úr vandamálum samfélagsins með því að byggja það á lögum, og þau eru svona bakvið allt, ef þú vinnur sem húsasmiður nógu lengi þá þarftu náttúrulega að innheimta launin og svona, því það er ykkur sem fer á hausinn, og kannski tengingi við þetta svona framan af, en já, það var eitthvað sem heillaði mig við þessa lógík, við að beita lögum á vandamál, því að ef við höfum ekki lögin þá rífumst við bara og endum með því að lemja einhvern annan, Þetta er leið til þess að komast að niðurstöðu og vita hvað maður stendur og vita hvernig samfélagi virkar. Það er allstaðar, lögin er allstaðar að stýra öllu sem við gerum. Við getum ekki lagt bílnum okkar að spá lögin. Nákvæmlega. En þetta er mjög óvenjuleg leið að það sé að bara klára stúdentspróf 28 ára og fara síðar í lögfræði og koma svo þetta hátt svona í íslenska réttarvörslukerfinu eins og þú gerir. Já, ég svo sem gekk ágætlega í lagadeildinu og kláraði hann og stytta hann um eina önn með því að klára hans fyrr. Og fór svo að vinna í efnahagsbrotadeildinni. Ég útskrifaðist í janúar 98. Jóni H. Snorrasyni, og ég held að ég veit ekkert svo sem ég hef aldrei geta skipulagt nokkuð skapaðan hlut í mínu lífi þannig, maður ákveður að fara í lögfræði og klára hann, og svo ætla ég náttúrulega að verða eitthvað fín lögmaður, ætla það ekki allir sem fara í lögfræði eða eitthvað. En svo bara ég er mjög ánægð með þessa leið sem ég fór, og Þegar þú ferði í efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra, þá ertu þá bara lögreglumaður, ertu lögmaður á sviði? Þetta var nú kallað löglærður fulltrúi þá. Já. Núna er þetta eftir nýju lögin voru sett 2008, þá er þetta aðstoða saksóknar og saksóknar fulltrúi heita stöðurnar, Já, einmitt. En þarna var ég löglærður fulltrúi ríkislögreglustjóra, og svo var saksóknar yfir deildinni, og þetta átti ekki mig, en maður þurfti náttúrulega að læra, en þetta var bara það sem að bauðst þá og hljómaði ágætlega, og svo bara tók eitt við að öðru, og einhvern veginn þá bara er það stundu þannig, maður lendir bara í einhverju braut, og svo svona siglir maður eftir henni bara, og tekur svona ákvarðanir þegar maður kemur að næstu gatnamótum, svona liti eitt af öðru. Og hvernig var, þetta voru þó nokkuð mörg ár sem þú varst í efnahagsbrotadeild? Já, ég var frá 98 til 2005, í júlí 2005 fór ég til ríkissaksóknar, og ég fengi stöðu þar sem saksóknari, og var þar til loka árs 2006, og þá tók ég við deildinni sem saksóknari í efnahagsbrotadeildinni, og ég var yfir henni í nokkur ár, 4 ár, fram í október 2010, í gegnum allt hrunið, það vesen. Hvernig, það er náttúrulega rosa mörg áhugaverð mál þar, en fyrir hrunið, var eitthvað áhugaverð efnahagsbrotamál til að takast á við? Áhugaverð og ekki áhugaverð, það var náttúrulega
í undanfara hrunsins og það nú kannski svolítið áhrif á viðbröðum við hruninu sko, það var náttúrulega þetta Baugsmál sem allir þekkja, þetta byrjaði 2002 sko. Men ég var nú og lítið, þetta tók þátt í og stýrði þessari húsleit þarna sem máli byrjaði sko, en var nú ekkert inn í þessum hluta sem var það auðgunarbrotin og það var ekki búið, það var gefn út ákjær eftir ég hætti hérna í deildinu og fór til ríkissaksóknara. En svo þegar ég kom tilbaka í byrjun árs 2007 sko, þá beð mín skattahluti málsins og það mál tók sko 20 ár. Já, þetta var ótrúlega umfangsmikið þetta Baugsmál svo kallaða, en það var nú ekki mikill svona ávinningur að því eða? Já sko, nei það var lítið úr sko, þetta tvískipt, það þessi hluti sem var svona auðgunar og bókhaldsbrot og lánveitingar og annað sem svolítið langt mál að telja, en já, það var lítið úr því sko, en svo var spratt upp úr þessu skattamál sko, sem að ég sem sagt tók við þegar ég tók við deildinni og það var full sakvelling í því til að byrja með, en svo tók náttúrulega mannréttindadómstóll Evrópu upp á því eins og svo ofta áður að finna upp ný mannréttindi og breyta fyrir fordæmum, þannig að þá fóru þeir og fengu eðlilega dóm fyrir því í Strasbourg að þeir hafi verið brotin að mannréttindi með því að þeim hafi verið gerðar sektir. Það að segja að því já, tvöfaldur refsing, nebesi nýtem heitir þetta, en á latínunni, en matið á því hafði verið annað skömmu áður sko, þegar það var dæmt í Hæstarétti 2013 og þá fór þetta í endurupptöku og því að vísa frá Hæstarétti eftir endurupptöku af því að nefndin hefði ekki heimild til þess að sem var þarna endurupptökunefnd og svo fór þetta aftur í endurupptöku fyrir endurupptöku dómstól og fór svo aftur í Hæstarétt og ég held að ég búin að fara 10 sinnum með þetta í Hæstarétt að flytja 3 sinnum og allskins kærumál og vesen, þetta var mikið slagur. En það einmitt sko svona utanfrá séð og sérstaklega í baksýnisspeglinum að eins og Jón Ásgeir hefur líka rætt þetta í einhverjum bókum og svona þá er þetta, maður velti fyrir sér sko þegar ákæruvaldið tekur svona svakalega sko í svona mörg ár eltast við eiginlega einn og sama mannin og var ekki einhverjum sko gengið allt og hart fram í þessu Baugsmáli? Ég veit ekki, sko, ég var ekki, Davíð Oddsson og Jón Ásgeir voru erkióvinir, var einhver pólitík í þessu? Ég var ekki varfið það, sko, og við vorum bara að vinna eftir okkar bestu samfisku og lögunum, sko, og það tekið eldast við mörg ár, sko, það auðvitað alltaf neikvætt og svona ókostur hvað mál hafa tekið langa tíma, þessi mál og önnur, sko, en ef við förum í gegnum þetta þá það tók langan tíma kannski umfangsmikið og allt það sko, en svo kemur inn í þetta náttúrulega, eins og ég sagði frá 2002 til 2022 eru 20 ár sko, ég var 20 ár í þessu máli svona meir og minna, eða svona tengdur því sko, en ég ætla að taka það fram, ég var ekki tengdur þessum auðgunna brotakafla nema mjög lítið bara rétt í sem svona aðstofamaður hann í byrjun sko, en skattamáli var ég með alveg frá 2007 til 22 milljón, en át þessar endurupptöku og vegna þess að mannréttindadómstóllinn tók þessa vinkilbeygju með sko mat á þessum tvöfaldar refsinæmi, hvað þyrfti til og svo framvegis. Þannig að bara það þetta, ég ætla ekki að gagnrýna það að menn leiti rétta síns og þar á leiðandi þurfti þetta að fara og svo var löggjöfin þannig að fyrri árið 2018 sennilega það fyrri endurupptökunni vísa frá Hæstarétti sko, þá þurfti að fara aftur á staði sem því lauk ekki fyrir 2022 og þá hafði aðeins málnað utan að málinu vegna þess að hluta brotunum tengdust sko persónulegum skattskilum sakbrotninga en það sem snýra félögunum var ekki fellt út sko, þannig að lækkaði það sektirna en svona í heildina litið þá bara stóð það alveg fyrir sínu sko. Já, þetta er væntanlega verið eitt umfangsmesta máli sem að þið hafið tekist á við og þú á þínum ferli. Nei. Ekki. Ég flutti náttúrulega stóran hluta hrunmálunum í Hæstarétti sko. Já. Og þau voru svona svipuð mörg sko, en Og hvernig var þessi tími, þessi stemning eftir málum hrunsins? Þetta var náttúrulega ótrúlega skrítið tímabil í bara sögu þjóðar og í vinnunni hjá þér hefur mikið gengið á. Já, sko ég var
þarna í árdaga sérsta saksóknara var ég þarna í efnahagsbrotadeildinni til október 2010 þá fékk ég leyfi sko því að ég var kosin vara saksóknari Alþingis í máli Geirs og Haarde eða landsdóms gegn Geir og Haarde og var í því máli meira og minna í 2 ár rúm 2 ár með lífum eða svona það var í gangi þann tíma sko og Þú varst þess að sækja málið á Geir Haarde Já, ásamt Sigríði Friðjónsdóttir sem var kosin saksóknari sko Það var líka aftur sérstakt mál Já, þetta eina máli sem komið yfir upp þannig að maður er fengið að prófa ýmislegt sko og ég meira segja fluttur nú einu sinni mál fyrir EFTA-dómstólnum sem tengdist efnahagsbrotum og leitar að gefandi álitstanga þannig að maður er svona fengið að prófa ýmislegt sem gott sko og þegar maður lítið tilbaka þá er maður eiginlega búin að svona gera allt sem manni hugnaðist sko eða svona langa eða sem maður geti hugsað sér að prófa sko þannig að því ég er nú konu eftirlunni svo veist að þá eins og fræktur orðið að þá ég sjálfur sér sakna ég ekki þess að halda áfram þannig í 7 ári viðbóti eða 8 eða 10 sko það er ekki þannig ég er búin að prófa þetta allt þetta er orðið rútína sko og svo sem bara gaman að prófa eitthvað nýtt en einmitt landsdómsmálið það er svo áhugavert því að núna líka aftur í baksýnisspeglinum þá er mikið rætt og margir sem sjá það þannig að þetta hafi verið bara mjög pólitískt mál Geir Haarde er einn svona tekin út fyrir sviga sko af öllum ráðherrum ríkisstjórnarinnar og endanum sakfelldur fyrir eitthvað svona smáæðilegt eitthvað að hann hef ekki bókað einhverja fundagerði eitthvað og mönnum finnst þetta að vera mikið svona gagnvart Geir Haarde hafi þetta verið ósanngjarnt mál. Hvernig sér þú þetta í dag? Ég er alveg sammála því sko. Þetta var pólitík, sko nú hljóð að taka fram að mín aðkoma að þessu, ég svara nú bara fyrir sjálf mig, var bara svo að leggja mörkum mína faglegu þekkingu á réttafarsreglum og mannréttareglum og sönnunarreglum og bara vera svona fagidiot sko til þess að fylgja þess til enda og ég held að það veri kostur að vera ekki með einhverja pólitík eða meiningar á bakvið sig sko það er mjög slæmt sko ef ákærandi væri svo líka pólitík það var ekki þannig sko en þessi atkvæðagreiðsla og hvernig þetta hafnaði og líka þessar sakargiftir voru náttúrulega bara af Alþingi ekki nógu vel sniðnar sko það var náttúrulega ekki hægt að í rauninni sá maður þannig kannski ekki eða svona já það bara eins og kom fram í dónum þetta var náttúrulega það var svolítið langt seilist sko og það er svona eftir að hyggja þá telja margir og það má færa rauk fyrir því að í þessum mjög svo óvenjulegu aðstæðum sem voru þegar að bankarnir hrundu að þá hafi Geir Haarde með þvert á móti tekið margar réttar ákvarðanir, svo mikilvægar ákvarðanir sem að hafi bjargað þó því sem bjargað varð. Já, ég held sko að maður getur talað þetta er svo margt sem hægt er að setja á þennan mælikvarða sko að það er náttúrulega fyrirhyggja og forvarnir og hvað gerist á undan sko. Við hefðum viljað hafa hlutina öðruvísi til þess að tryggja fjárhagslegt öryggi þjóðarinnar en eftir þetta fór nú allt í skrúuna að þá held ég að menna bara ekki unnið afrek sko á mörgum sviðum að gera það úr því allt þangað til að Bjarni Ben og Sigmundur Davíð sko Kristu, hvað var það, 600 miljardar út úr kröfuhöfunum þegar þeir felldu niður gjaldeyrishöftin sko, skilduðu okkur meðal skuldminnstu þjóða bara í heimi. Ótrúlega vel gert. Ótrúlega vel gert og menn tala ekki um þetta sko, þetta er ekki, þannig að þessi sigrar sem menn unnu þó í þessu kaosi sem var náttúrulega alveg ótrúlegir sko og að við skildum geta silt í gegnum þetta eiginlega eins og Búkvætt hefur sagt sko, við erum náttúrulega sloppi í gegnum þetta miklu betur en nokkuð tíma var þetta að vonast eftir sko og það er fyrir það að menn tóku réttar ákvarðanir og stóðu í lappirnar og vorum heppin að fá stjórnmálamenn við stjórnvölin sem að höfðu bein í nefnir til að gera það sko. En hefur skilning á því að Geir Haarde skuli vera sár yfir því að hafa hlotið þessi örlög hafa verið eini maðurinn í íslenski stjórnmálasögu sem hefur verið dregin fyrir landsdóm og dæmdur þar fyrir það sem hann var dæmdur fyrir? Já, ég sko ég skil það, sjálf sér sko en svo er spurning þetta var náttúrulega
þraut að ganga þessu og vera ákærður sko og en ég meina niðurstaðan þannig að hann þarf kannski ekki, hann getur vel við unnað niðurstöðuna þó að málsmeðferðin eða allt sem í þessu ágekk og annað slíkt og líka kannski einhver stimpil sem fylgir því að verið ákærður sko. Ég skil það vel sko en þetta er nú svolítið mikið pólitíkin sko sem að þar ég ætla nú ekki að fara svo sem að þetta fylgir svara fyrir hana. Já, þetta er svona ákveðin atvinnu áhætta á því sviði sem að hann tók sér fyrir hendur. En þetta er mikill sóma maður og hann á allt gott skilið sko. Nógulega, ég held það líka. En hrunmálinni mitt, þetta var mjög fyrirferða mikið og langur tími sem að fór í þetta, ég meina hvað heldur þetta hafi verið mörg mál sem að þú saksóttir í hrunmálunum? Já, sko ég var náttúrulega hjá ríkissaksóknara og var ríkissaksóknara áður en ég gaf reyndar út fyrstu ákæruna í hrunmálum sem var það í fjárdrátt í Landsbankanum sem kom til efnahagsbrotdeildar hérna rétt í upphafi en það var voða lítið farið að koma ákæruna þegar ég tók við sem var ríkissaksóknari 2011 í september eða ágúst. Þannig ég kom að þessu þimmiði frá eftir áfrýjun til Hæstaréttar sko, þetta var náðan og landsréttur var stofnaður. Þannig ég flutti svona verulega hluta þessum málum bara sem var áfrýjað sko. Það voru saksóknararnir og héraðssaksóknarar tóku fáið mála þessu. Ég man ekki hvað þetta var. Þetta verið kannski 10-15 málið eitthvað svona stór sko. Og svo er náttúrulega fullt af öðrum efnahagsbrotamálum sem voru til meðferðar á svipuðum tíma sko. Hvað er eftirminnilegast úr þessu ævintýri öllu? Já, eftirminnilegast. Fyrir þetta það að sitja heima með punkana á borðstofuborðinu helgar og lesa til þess að geta mætt í Hæstarétt undirbúið fyrir framan einhverja 5 ofurheila skilur sem að mega mátt búast við að spyrja því hvað heldur það með þessa setningu á blaðsíðu 3765 neðst þetta er svolítið eru þessi gæðir hérna eins og Markus Sigurbjörnsson þeir eru náttúrulega, ég veit ekki alveg fyrir hverju þeir ganga sko en eru þeir svona ofurklárir? Já, bara ofur duglegir sko. Og það er það sem þú þarft að gera. Þú ert að fara bara í munnlegt próf. Þú voru að skilja málið, þú voru að þekkja gögnin og þekkja allt sem skiptir máli í gögnunum og þegar 85% af því er eitthvað sem að mun kannski aldrei skipta sköpum í neinu, þú þarf samt að vita hvað var í því sko. Þá er þetta náttúrulega, þetta er greiðalegu pakki að fara í gegnum sko. Það er það og maður var að vinna alveg ég veit ekki hvað, það er kannski ég einhver gera nú þannig, ég veit það ekki en maður var að vinna alveg heila vinnuviku í hverju mánuði kauplaus sko, bara á kvöldinu helgar sko, því að það var ekki gert ráð fyrir því að menn innu svona sko þetta var bara til þess að komast í gegnum þetta og það er eftirminnilegt en sko, svo náttúrulega annað eftirminnilegt í þessu að svo fór töluvert mikið af þessum málum allavega, ég veit ekki hvað, ég hef ekki talið það saman kannski 5, 6, 7, 8 mál sem fóru til Mannréttindadómstólsins og komu svo aftur í endurupptöku og það sem menn voru sýknaðir eða málunum vísa frá sko, þannig endalega niðurstaða sem var að koma á árunum 2019, 20, 21, 2 já, 22, 3 kannski 1, 2, 3 var svo kannski að málin voru að eðalikjast eftir að maður var búin að fá sakfellingu áður sko, einhverjum 6 árum áður eða eitthvað slíkt sko. Þetta er líka aftur og núna eru menn að spretta fram sem að hafa fengið dómum nekt eða sýknaðir og svona og það er líka svona þessi tilfinning að vegna þessa óvenjulega andrúmsloft sem að var í þessum óvenjulegu aðstæðum þegar allt bankakerfið hrinur þá höfum við líka einhvern veginn farið svona að einhverju leiti fram úr okkur og kannski sótt á menn sem að voru bara einhvern veginn að vinna vinnuna sinna í óvenjulegum aðstæðum. Hvað segir þú við því? Sko það er náttúrulega í þessum endurupptökum þegar menn hafa verið sýknaðir núna í annan gang þá hefur ég séð það að Hæstiréttur við bara tekið 180 gráðu beygju sko. Það er bara það sem var refsivert, kemur svo aftur til kasta nýra dómar í Hæstarétti 6 árum seinna eða eitthvað að þá er það bara ekki lengur refsivert. Það eru dæmi það sko og þannig að ég hef alveg reyna samvinsku fyrir því að vera að flytja kannski svoleiðis mál og það er sakvelt og það er þá niðurstaða Hæstaréttar sko en svo þegar málin kom aftur að þá kannski bara matið annað sko, það er nú ekki mörg dæmi þetta. En er þetta einhverju leiti vegna þess að dómarar eru kannski undir áhrifum frá vindum samfélagsins hverju sinni?
sko, já, þetta eitt af því sem að truflaði mig í þessu hruni, sko. Það bæði það hvernig var staðið að rannsókn þessara mála og settur upp sérstakur saksóknari við hliðin og efnahagsbrotadeild. Ég fór nú niður á Alþingi og reyndi að útskýra fyrir þeim hvað væri fáránleg hugmynd, sko, að fara að reka 2 efnahagsbrotadeild í þessu litla landi til þess annars vegar eitt væri að rannsaka fjárdrátt í Bíkó og hinn í Arjón, sko. Já. Og það væri náttúrulega ekki nema nokkri kallar sem hefðu einhverjar kellingar sem hefðu einhverjar reynslu af rannsókn svona mála og þeir væri náttúrulega allir í efnahagsbrotadeild þessi fáu sem væru og þetta er náttúrulega það er ekkert réttasvið í sakamálum eins flókið og sérhæft eins og efnahagsbrotin, sko. Nei. Þú ert ekkert í vandræði með það og finnur eitthvað líka einhvers staðar og stendur eitthvað með hníf í hendinu yfir líkinu, skilur þú veist, þetta er ekki mikið lögfræði að spekki hvort að þetta sé refsivert, sko. En í þessum efnahagsbrotum þá er það stór hluti af að málinu bara leiði ljós varðar þetta við refsilög eða er þetta bara venjulega bókhaldsfærslur sem standa skoðun eða aðgerðir eða sala eða lánveitingar eða hvað það er sem verður að fást við og það er þetta sem að menn bara var ótrúlegt virðingaleysi fyrir þekkingu þegar það var að setja þetta í gang og svo ertu komið sérstaklega saksóknara með upp í 100 starfsmenn, ég meina þá voru einhverjir 5 sem hafðu einhverjir reynslu af þessu og eftir kannski 3 ár voru kannski einhverjir 20 konum með þá reynslu að þú getur treyst í að þeir viti hvað er að gera almennilega, sko. Því að það er ótrúlegt. Mín reynsla af þessu er að tekur bara 2-3 ára að komast inn í þetta, þú veist, í vinnu, sko. Þú veist, þetta er ígildi bara náms, aðferðafræði og hvernig þú tæklar þessi mál. Þú hoppar ekki inn í þetta bara beint úr háskóla og lögreglan hefur enga menntun fyrir fólk á þessu sviði. Þú kemur ekki út úr einhverju lögreglunámi með einhverja sérþekkingu í rannsókn efnahagsbrota. Og þarna er þess að sko, mjög risastór mál sem að sérstökur saksóknari fer út í strax og eins og þú segir og bendir réttilega á að það getur ekki annað, það er ekki hægt að draga aðra ályktun en að þar hafi verið mikið reynsluleysi. Það lítur að verið mjög mikið, hefur verið mikið viðfangsefni að, ná sér reynslu en það fekk að ráðgjafa og endurskoðendur og aðra en það er náttúrulega fjármagn til þess að kaupa þekkingu frá fagaðalum sem hafðu dýpri þekkingu á þessu, sko. En það sem að truflaði mig í þessu öllu saman er, sko, að þessi stemming sem að hélt að sko stemmingi fyrir hrun því nefni Baugsmál var mjög mikið þannig að þetta er bara verið að ráðast á okkar businessmenn, þeir eru mjög flinkir og þetta er bara allt ykkur pólitík og dómstólar vísuðu málum frá alveg í stórum stíl, sko, að mista tilefni og ekki að eyða tími að lesa þessa bunka sem vorum að leggja fyrir þá, sko. Eftir hrunið þá var ég var við það var meiri skilningur á því að þetta skipti máli og meiri vilji til þess að setja sig inn í þetta og taka þetta alvarlega, sko. Ég ætla nú ekki að segja, sko, að menn hafi verið að leita að leiða til þess að sakfella, heldur bara að ég held þetta að fengið athygli og viðurkenningu að þetta væri ekki bara eitthvað töði í einhverjum vilsingum í efnahagsbrotadeild sem að væri að ráðast á einhverja businessmenn á þessum forsendum, sko. Þá er svona hljómarð eins og að fyrir hrun þegar að viðskiptamennirnir eru bara rokkstjörnur Íslands og velliðinir af almenningi að þá taka dómarar svona á málum. Svo eftir hrun þegar þeir eru aðal skúrkarnir og almenningur er að krefjast þess að fá blóð þá eru dómararnir miklu svona tilbúinari til þess að þannig að þetta hljómar svolítið eins og ég var svona í að það séu vindar samfélagsins hverju sinni sem að geti haft áhrif á dómara sem það á ekki að hafa. Já, ég geti haft það, sko, og en ég ætla nú ekki að halda því fram, sko, að það hafi áhrif til þess að menn séu sakfelldir, sko, til þess að þóknast almenningi, sko, en ég held að þetta fengið athygli, sko, og svona meiri viðkenningu sem raunverulegt viðfangsefni heldur en mér fannst vera fyrir hrunið, sko, þegar var búið einhvern veginn að spila þetta upp sem bara einhverja vitleysu, sko. En það sem ég vill eða ég held að ég við fleiri sem er í þessi allavega að við mig að maður vill vera aðeins stóra milli, sko. Maður vill að málin fái athygli og þessi farið von í þau eins og maður var að gera sjálfur. En maður vill ekki vera með eitthvað stemming á bakvið sig. Það er alls ekki, sko. Það var nú bara betra að hafa gamla ástandið, sko, og syndamóti strömmnum því þú ert að fást við mannréttindi og frelsi manna og hagsmuni, skilur, þú ætlar ekki að vera að gera það í ykkur andrúmslofti þar sem allir eru bara með tjöru og fiður á lofti og snöruna í næsta tré, skilur. Það er bara algjörlega á og frá, þú vilt ekki vinna í því að þú ert heiðarlegur maður í þessu starfi eins og maður reyndi að vera.
þú vilt ekki vera þar sko. En þú hefur óneitanlega þurft að vera svolítið þar, af því að þannig var stemningin í samfélaginu. Nei, ég þurfti þess aldrei sko. Ég var bara sami leiðindabúkjan og ég hef alltaf verið sko. Og kannski ekki öllum til gleði sko, eins og dæmi sanna. En nei, ég var aldrei þar sko, en ég var ekki í þessari stemmingu, það var alltaf í kringu sérstakann saksóknar og þá sáum við sko svona hluti sko, eins og Eva Djóli sko, einhver ráðgjafi, þetta bara brandari, þetta bara fjár austur í einhverju bölvaða vitleysu, það var aldrei neitt annað. Nei. Hvað átti þessi manneskja að ráðleikja? Betur, hún gæti ekki svona lesið dómskjölinn, þau voru íslensku sko. Akkurat. Og hún var ekkert að setjast yfir málið eða annað slíkt, hún var bara með, hún var bara svona einhver málpípa sem var með yfirlýsingar og já, hún var bara með svona stjórnmálamaður sko. Ákveðna lífskoðanir og ákveðna pólitík þegar hún kemur að þessum málum og lotningin fyrir henni var bara þessu samfélagi hefur verið bara einhvern veginn í einhverju dáleiðslu. Já, sko málið er að Íslandingar hafa alltaf verið með minnumáttakend og sko, sem kemur út svona í starflæti og mikilmennsku sko. Og það er nákvæmlega sem gerist. Ég meina, þú hefur ekki bara gerst, eða þú veist, það er reglulega sem það kemur einhver snillingur og var með hennar fyrir hrunið líka sko. Það er alltaf svona fyrsta spurningin, how do you like Iceland, og svo er einhver útlendingur sem á að svara öllum okkar spurningum sko. Það var enginn að tala við okkur sem hefði reynslaði að fara með þessi mál. Hún hefði enga reynslaði og svo var hún sögð vera frægasti saksóknari heims eða eitthvað, hún hefði aldrei verið saksóknari. Nei. Hún var rannsóknardómar í Frakklandi og rannsóknardómar að rannsaka mál og afhenda það svo saksóknarnir þegar rannsóknarnir er lokið. Þeir eru svona eins konar lögreglu yfirvald sem hefur reyndar rýmri heimildi til að ákveða sjálfir húsleitar og annað slíkt sko. Og ég meina þetta er bara, svo koma hingað einhverjir endurskoður og endurskoðendur á hennar vegum eða annar franskur og hinn norskur og fara að vinna eitthvað sóló í einhverjum skýrslum bókhald bankana. Ég veit ekki hvað þið vorum á tíman, 100 skallið eitthvað þegar gengi var eins og það nú var á þeim tíma. Vinna einhverja skýrslur upp á 20 ef ekki 100 milljóna sem voru einskis virði, því að ákæruvaldi bað aldrei þetta. Svakalegt fjárhagstur. Ég bara, þú veist, þetta var bara, við vinnum ekki málin svona. Ef það þarf að gera einhverja sérfræði rannsókn á einhverju, þá er það bara ákvörðun ákæranda. Skilurðu hvað þurfum við að upplýsa hér og hvað er refsivert samkvæmt íslensku lögum og hvað þurfum við að upplýsa. Þú sendir ekki bara einhvern mann inn í bókaldsgeymslu hjá einhverju fyrirtæki og byrjar hann að leita að einhverju og skrifa svo bara skýrslu það. Þessi menn þekktu nú ekki eins og íslensku lög. Þannig að það var svona, þetta er bara pólitík sem að menn ákæruvaldi á þenn tíma reisi ekki undir sko. Bara nutu góðs að því að þeir fengu pening út á þessa sýningu. Ég veit. Sem er náttúrulega mjög sérstætt sko að við þurfum að hafa einhvern norskan rannsóknardómara til þess að segja okkur að við með eða peningi að rannsaka hrunið sko. Það þarf þess ekkert sko. Þannig að þetta var að mínu viti bara mjög einkennilegt ástand og einkennilega að þessu staðið og illa farið með fjármuni í þetta. En sko nú ætlum ég að taka fram að niðurstaðan og það er ekkert með Djóli að gera nema það ef við ætlum að þakka henni. Hún prentaði hann og geða þessa peninga, þetta voru okkar peningar, hún sagði okkur eyða þeim og stjórnvöld á þeim tíma stukku á það. En ég veit ekki til þess að þurfa að þakka fólki það að koma með hugmyndur eyða peningum annara sko. En sko, þetta lýsir málin voru ágætlega sko, svona yfir það heila, þá lauk þessum málum ágætlega með rannsókn sko, svona yfir það heila sko. Þú veist, þetta var ekki sko, vinnan var ekki á þessum rannsóknum, hún skilaði ákærum, hún skilaði sakfellingum, svo kemur upp svona fullt af mistökum hjá Hæstarétti varðandi, þú veist, hæfi dómara og reglunum millur þess að sönnafæslu, það er til 7. grein mannréttindasáttmálans, þetta var brotið svona marga vegu sko, vegna þess að menn voru sakfelldir eftir að vera sýknaðir hér eða aðeins að gefa skýrslu fyrir Hæstarétti og svona sko. Þetta var niðurstaða mannréttindadómstóls að þetta breyti gegn honum sko. Já, einmitt. Og einhverju dómarar sem að áttu hluti í bönkunum sem að... Já, það var mjög lett að vera einn dómar í einu málinu sem átti hlutabrif, ég veit ekki hvað sem mikið og kannski, ég held nú bara, sá maður er mikill svo maður en ég held hann hafi bara glemt því hann átti einhvern peningi, ég held hann hafi bara átti hann svo víða sko. En þetta blasti við að skrifa inn í dómi sko, brot ákærðu, þetta væri til þess fallin af áhrif og hagsmunni stórra jantsi smára hluthafa, það var markaðsmisnotkun sko.
og svo situr í dómarinn hann sem á sem sagt er smá hlutafi þetta hafði semst áhrif á mig skilur hann ekki sett mynda sér inn í dómi þetta var ekki gott en mistök þarna eru sko mörg svona mál og eins og segir margir sem eru að leita réttar síns núna mörgum árum síðar þannig að er ekki alveg óhætt að segja að þetta hefur verið mjög óvenjuleg stemning í það minnsta sem að myndaðist í samfélaginu. Já, við sáum það náttúrulega, sko, svo annað sem að náttúrulega gerði sem að ég kenni sko þekkingarleysi og reynsluleysi og hvernig var búið utan þessar rannsóknir allar þessar símhlaustanir sem voru settar í gang. Algjörlega glórulegs villisa. Fyrir utan hvað þetta kostaði nú mikinn tíma að hanga yfir því að hlusta fólk, tala við konuna sínum hvað ég verið í kvöldmatinn, sko. Akkurat. 2, 3, 4, 5 árum eftir að brot voru framin í tengslu við það að þeir fóru í yfirheyrslur hjá lögreglu, sko. Sem náttúrulega beiting á hlustunum sem svona, já, allavega ekki mjög siðlega að mínu viti, sko, að að reyna einhvern veginn að lokka út af mönnum einhver samtöl og mögnuð þessum samtölum voru náttúrulega við lögmennina sem áttu að eyða strax og það var ljóst og má ekki raun og hlusta á bara leiðu átt lögmann eftir yfirheyrslu helst ættir að þekkja númerinn þannig bara hlustir ekki á það sko og svo kannu ég ljósa að í nokkrum tilvikum voru þessi símtöl ennþá í hljóðriti sko til árum setna þegar lögmenni fengi að fara í gegnum hljóðfæluna sem var nú ekki gáfalegt og þessar símhlustanir allar þær skiluðu ekki neinum sönnunargögnum sem skiptu nokkur sem náttúrulega forsenda fyrir símhlustunum það sé líklegt að það skilu einhverjum sönnunargögnum sem skipti máli í málinu ég þekki ekki einasta mál sem þetta skipti neinu máli sem sönnunargagn sko það sem þessi málin sem ég flutti var hvergi einhver framburður sem hafði einhver þýðingu fyrir niðurstöðu málsins Sérst afritun af símtölum segja. Já, svo erum líka núna margar fréttir sagðar af svona einkennilegri meðferð gagna hérna frá sérstökum saksóknara sem að koma í hausinn á honum núna mörgum árum síðar. Já, sko ég held að þetta sé svolítið mikið alltaf sama meiði, sko. Þetta er bara það er verið að byggja þetta upp hratt. Það er mismikil þekking á því hvernig að framkvæma þessar rannsóknir. Sko efnahagsbrotadeildin, ég sagði þeim þarna þegar þeir voru að stofna sérstaklega saksóknara, takið efnahagsbrotadeildina þá bara út hjá ríkislögreglustjóra því það var nú svona eitthvað í hugum manna þannig að Haraldur Jóhannesson hefði einhver tengslu Björn Bjarnason og eitthvað, þetta væri eitthvað pólitík og eitthvað svona, þú þekkir þessu umræðum og er í gangi. Ég sagði ok, takið það bara efnahagsbrotadeildina út frá ríkislögreglustjóra og byggið utan hana, því það er know-howið sko. Það er stofnanaminnið og ég var nú til dæmis búin að ná mér í menntun á þessu sviði til Noregs sko. Sem hafa verið mjög framalega hérna á Norrlöndunum í rannsóknum efnahagsbrota Ökokrim í Noregi. Það vildi nú ekki, ríkislögreglustjóri vildi það nú ekki, sko, einhverjum ástæðum, þannig að hann stóð nú gegn því og svo var niðurstaðan svo að vera með aðra efnahagsbrotadeild, sko, sem að fór svo að toga starfsfólki frá efnahagsbrotadeildinni yfir til sérstað, sko, og með einhverjum gillibóðum, með yfirbóðum, með eitthvað, því að meiri peningu þeim megin, hitt og fjársvelt, sko. Þannig að þetta er náttúrulega fyrsta lagi, þarna er náttúrulega bara þvæla sko, algjörð þvæla grunnmistökin. Já, og svo er þetta byggjað upp mjög hratt og ég er ekki að segja ég er ekki að kenna Ólaf það er ekki auðvelt að fara úr einhverjum 10 mönnum í 100 sko og alltaf vera halda utan þekkingu sko, en það þarf þó að vera það er þó allavega gott ef menna einhverja reynsla á þessu sviði sko, það hjálpar og með þessar símhlustanir sko, svo sitjum við uppi með sko svona ákveðið traustbrest í kringum lögregluna og þessar símhlustanir Við sitjum með hæstaréttardóma sem komast þær í niðurstöðu sem er kannski ekki mjög rökréttar að mínu viti að það megi ekki hlusta síma manna sem hafa fengið stöðu sakbornings því það átti náttúrulega við allar þessar símhlustanir að menn voru kallaðir í yfirheyrslu og þeir voru sakaðir einhverja háttsemi svo þeir fóru út og voru byrjaðir að þeim símhlustanir og þeir ringdu í eitthvað hugmyndin var svo myndu ringi með sig á að fara að ræða brot sín eða eitthvað kemur bara fram einhverja játningar í símhlustunum. Það hafði aldrei verið hlustaði símar í efnahagsbrotadeild í tengslu við rannsóknar efnahagsbrota. Og það hefur ekkert með það að gera að brotin hafi verið svo lítil eða eitthvað sko. Það var bara ekki sko, það var bara ekki líklegt til sakfellis? Nei, það var bara ekki talið heimilt sko. Það var ekki talið hvorki skynsamlegt né eðlilegt eða siðlegt sko að gera það. Og á þessum tíma þá var refsiraminn 8 ár. Það þurfti að vera 8 ára refsing lögð við broti til þess að mætti hlusta eða ríkir almann eða einkahagsmunir krefðust þess. Og svo, þessar símhlustanir voru allar heimilaðar á grundvelli
ríkra almannahagsmuna sem svona mjög loðið og teygjanlegt sko hugtak. Þegar þú ert að tala skerdingu mannréttinda þá viltu náttúrulega hafa það konkrét sem orðið í lögum núna skýrara sko að búið að breyta lögum í framhaldi af þessu öllu saman sem var kannski gott og kannski búið að gera betur í því en þú vilt hafa allar skerðingar á réttindum manna í lögum skýrar og afdráttarlaus en ekki háðar ykkur mati eða stemmingu í samfélaginu sko. Svo annað sem manni svona finnst sérstætt svona í frásögnum sem maður er að heyra núna það þú veist bankamenn sem að lýsa því hvernig þeir sko hafa búist til að koma með öll gögn eða eitthvað í yfirherslu og nei, síðan bara eitthvað einhverjum árum seinna þegar að það engar líkur á því þessu með einhver falin gögn heima á sér eitthvað þá er sett á svið sko mikið leikrit myndi ég segja bara kemur lögregla með látum heim til manna og menn eru handteknir og að róta í öllu einhverju nærbuxnaskúfum og svona og þeir upplifa svona að það hafi verið það hafi ekki verið neitt vilji til að fá svona samstarfsvilja eða eitthvað heldur vildu þau bara gera þetta með eitthvað svona hörku og helst að hringja á RÚV leið og fá myndavélarnar á svæðið. Sko nú ég bara að segja pass sko því að ég var ekki þáttakandi í þessu og þetta kemur mjög spánst fyrir sjónir sko að þetta hafi verið gert og við gerðum þetta aldrei í efnahagsbrotadeildinni og við reyndum alltaf að gæta og veistu bara fyrsta lagi náttúrulega þá hagar þau ekki svona sko því að ef við komum að við vil afhenda gögnin og gerum það eða þú þarfst að gera húsleit og gerur það á sem svona, hvað við segja hófstiltastan hátt á getur og með minnst inngrip og bara kurteisi og virðingu sko og ég hef ekki reynslu af þeim lögreglumönnum sem hafa unnið með mér ég hef ekki reynslu af þeim aðra en þá að þeir hafa verið bara sómamenn og tillitsamir og kurteisir og Þú hefur séð þessar frásagnir? Ég sé þessar frásagnir sko en ég ætla ekki að rengja menn með það sko en ég hef bara ekki hugmynd þetta sko ég er bara mjög hissa að heyra þetta sko af því að ég var ekki þáttakandi í þessu en þannig að ég vil ekki tjá mig eitthvað sem ég veit ekki en ég ætla ekki að við fengja En förum síðan að sami tíman þú ert á í embætti vara ríkissaksóknara hvenær það sem þú tekur við þeirri stöðu aftur? Ég tók við henni 1. ágúst 2011 og en svo var ég runni í leyfi ég flutti nú 1 eða 2 mál meðan á þessu stóð en svo var ég í leyfi fram á árið 2012 þegar við vorum ennþá í landsdómsmálinu og það gekk dómur í því í mars held ég 2012 og þá sneri ég aftur til starfa að fullu þá í það embætti sko búin að vera í því þá til núna bara í sumar sem að varð stórt og mikið fréttamál í íslensku samfélagi en hvernig var svona almennt menningin inn á embætti ríkissaksóknara í þessi ár sem að þú varst þar? Bara góð sko, mér fannst við vera með gott fólk í vinnu og sem vissi hvað það var að gera og það var bara góð stemming sko, þannig mikið álag, sérstaklega áður heldur en að héraðssaksóknari var stofnaður því við vorum með öll mál alvarlegri kynferðisbrot, manndráp og fleiri mál, stór fíkniefnamál og annað slíkt vorum við með ákæruvaldi fyrir héraði sko, héraðsdómi þannig við vorum bæði í héraði og Hæstarétti þetta var gríðarlegt álag sko og tafir og bara við vorum ekkert með mannskap í þetta en svo skiptist þetta upp héraðssaksóknari tók við þessum málum og við vorum bara í áfríjónum og svo kærumálum þar sem að vera niðurfellingar eða annað sem var kært til okkar þannig þá var álagið svona skikkanlegra sko. Og hvernig gekk bara samstarf til dæmis ykkar Sigríðar fram? Bara mjög vel sko, við áttum mjög gott samstarf og við bara góði vinnir og bara aldrei neinn átök eða ílska eða neitt aldrei nokkuð tíman og ég En svo verða mikil átök greinilega, hún sem sagt fer í mikinn átakaham í þinn garð Já. Og hvað, ef við rifum aðeins upp bara svona hvernig þetta byrjar allt saman sko það er þessi einstaklingur sem að Kúrani sem að kemur inn í þitt líf í raun og veru utan vinnu með því að sko beina gegn þér alls konar hótunum og svona voru til að segja okkur bara aðeins betur frá þessu máli, hvernig hefst þetta hvernig eru þessi kynni þín að þessum Kúrani kauða?
Ég að reyða þetta upp sko. Ég ætla ekki verið, það var 21, þetta var í janúar 20, það sjá, nei 22, 23. Það fæ ég hérna tölvupóst bara frá einhverjum þessum manni með einhverjum djöfslátum og svýrðingum og hótunum og vesenni sko, ég vissi ekki hver maðurinn var, þá hafði ég fellt sko niður eða staðfest niðurfellingu lögreglustjóra á máli sem hann hafði kært til lögreglu. Það voru eina bara, það var talið bara þetta var eitthvað bull og ég var sammálaðið með því og engin ástæð til að rannsaka það neitt frekar og hann tók því svona vel að ég sendi honum auðvitað bréf og tilkynnt honum þetta verið staðfest og síðan bara hélt þetta áfram og svo var hann búin að koma upp í vinnu og garga á mig og hóta að drepa mig og hélt áfram þessum postsendingum sem voru svona stundum hálfruglinslega sko sem bara stundum beinar hótanir sko. Og kom hann niður í vinnu og þú hittir hann? Já, kom tvisvar niður í vinnu, þrisvar niður í vinnu sko. Einhvern tíðan kom hann og ég heyrði ykkur háaða fram í, þetta svona búr hérna inn í framann. Svona örgis ástæði með mönnum ekki hleypt inn í húsið þegar það er opnað heldur, það verið svona í búri þannig fyrir framann með gler vegg sko og hérna þá þegar hann sá mig í dyrunum þá öskraði hann á mig I will kill you, alveg trilltur en svo kom hann í annarskipti, þá var ég nú bara að koma inn í embættið, skroppið eitthvað burtu í dómið eitthvað, þá mætti ég honum í ganginum sko og ég var nú orðinn svo leiður á hann sko, hann sagði, vilja tala við mig og var nú ekkert með mikið næsing sko, þannig ok, ég bauð honum hann inn í búrið og bara talaði við hann sko og hérna, einhvern veginn var nú bara að vona að ríðast á mig og geti ég bara lumbrað á hann sko ég segi alveg eins og ég ætlaði nú bara að láta hann finna fyrir því sko ef hann hérna bara, veist, bara komið nóga þessi djöfus kjátaði en hérna fyrir frönskunum mína en hérna, svo áttu við bara samtal og hann fór að væli yfir og allir vondi við hann eitthvað kjátti, ég sagði, drulla það bara heim til Sýrlands og þú heldur að hafa verið betra þar ég hef enga sérstakann á að eyða skattpenningunum í að halda þér uppi hérna eins og þú hagar þér. Já, þú sagði það við hann? Já, bara lét hann bara heyra það og hann var með eitthvað svona sketting sko og svo bara rakið hann út. Það var reynda búið að hringja á lögreglan að hún fylgdi honum út úr húsinu. En hérna, það var ekkert meira því, ég veit svo mikið hversu skynsamlegt er, ég var nú svo ekki með hníf, hann hefði getað verið með hníf eins og seinni dæmi sanna en ég var bara eins og leiður á þessu kjátt að ég nefndi þess ekki lengur sko. En þetta er auðvitað mjög hættulegu maður. Það er snarvillis maður. Það er alveg sýnt sig. Og það var svo sem það sem var til þess að ég tók þetta alvarlega, ég vissi það að hann var með sögu af slíku sko, hann hafði beitt ofbeldi sko og þetta var ekki bara í nefinu á hann sko. Og það sem að mér finnst í rauninni varandi öll viðbröðu þessu, mér íslenska lögreglan og yfirvöld algjörlega bara Íslendingar, við erum bara varandi öryggismál og svona hluti bara að gera okkur grein fyrir því að við erum að fá hinga fólk sem er bara með allt annan bakgrunn heldur en við þekkjum. Algjörlega. Megnið þessu fólki sem við erum að fást við eru bara í ykkur rugli, skilur, fíknefnum, drykkju eða eitthvað þeir eru fremjabrót, sko. En við erum að fá bara, hinga hryðjuverkamenn, skilur. Það er heldur betur allt annars eðlis. Algjörlega, sko, það er bara hlutir sem við erum ekkert að horfast í augu við og við erum ekkert að horfast í augu við að verja okkur fyrir þessu því við erum bara með eitthvað fólk sem er alltaf syngjandi það hvað þetta sé dásanlegt fólk og að sé allir eins hvað sem eru Raufarhöfn eða Bagdad sko. Það er alveg ótrúlegt að sjá sko þróunina í löndunum í kringum okkur sem að er Svíþjóð eða Bretland og Þýskaland sem að það má segja að þeir séu bara búin að missa algjörlega tökin á þessu og það eru tölfræði gögn sem að sýna að þessir aðilar séu líklegri heldur en þessi sem kallast heimamenn til þess að fremja afbrot og ákveðna tegunda afbrotum og svo framvegis, kynferðisbrot til dæmis. En það er alveg eins og þú segir, það er bara verið að kyrja og syngja einhverja lofsöngva og lokað augum og eyrum fyrir þessum staðrendum sem við sjáum þó í þessum löndum í kringum okkur og ætti að vera okkur vítið til varnar. Já, ég veit ekki hvað þetta er sko. Þetta er bara einhver bara ég skildi ekki sko því að þú tala tölfræði sko. Þú getur
nánast verið viss að þú getur fundið fullt af fólki sem segir bara þessi tölfræði sé rasísk sko. Já, Þú veist, ég meina, það bara, við tökum ekki mark á tölfræði sko, því að ég þekki hann Abdullah í næsta húsi og þetta er bara fýtt maður sko, þá hljóta bara allir hinnir 1000 milljónir að vera líka fínir sko, en því miður er það ekki þannig og ef við metum bara áhættu á ákveðni háttsemi, ég meina, séðu hvað er að gerast alls þær í heiminum og búið að gerast varstu ekki á fyrirlistir hjá honum Gatsat, það var að vísa í tölur sko, það eru búið að fremja rúmlega 47.000 hryðjuverk í heiminum að völdum islamista frá 11. september 2001 þetta er bara tölfræði sem einhver hefur haldið saman og við erum að heyra bara næstu í daglega við leggjum eyrum vel við einhver ódæðisverka sem menn eru öskrandi Allah Akbar, einhver staðar stingandi fólk eða skjótandi eða sprengjandi sko og fólk bara neitar að tengja þetta trúnið. Þeir eru að tengja þetta trúnið, þeir eru að samfara okkur það að þetta hafi eitthvað með trúna að gera. Við hlustum ekki á það. Nei, það er ekki að marka þá sko. Og svo er þetta alltaf eitthvað undantekningar, en við auðvitað, sko vandamáli er að við náttúrulega getum ekki dæmt alla múslima, en sko trúabröðinsins líf, íslam, bera þetta með sér sko. Bara ekki ástæðalaus eða fyrir að lesa Kóranin, það er ekki mjög gefulegt ritt. Nei, og það er bara, sko, já, sjálfsögðu einstaklingar, múslimar sem einstaklingar, það er ekki enginn að tala um það að dæma það allt saman, en þegar það eru komin svona íslamsk samfélög innan okkar samfélags, það sem að þessar íslamsku reglur og gildi brotna, þá eru við náttúrulega komin algjörlega í berhögg við þau gildi og bara svona það samfélag sem að við höfum vilja byggja hinga til. Þannig að það er ótrúlegt að fólk einhvern veginn get ekki verið meira sammála um þetta. Já, sko manni að við þurfum bara að horfast í augu við það að það er svona rosalegt félagslegt taumhald í kringum þessi trúabröð og að þegar konur til dæmis koma hér til Ísland sem við höldum að þetta sé allt mjög líberali, það eru alltaf með slæð á hausnum. Það eru konur í Íran sem persarnir hafa alltaf verið mjög öflugir sko, en þeir sitja undir þessu komin í kjaftaði trúarofstæki þannig í Íran frá því 79, það var bara vestar að tanga til sko. Það eru að vera að drepa þeirra því að vilja losna við þessa slæðu, ég veit ekki hvað hún heitir, hijab eða eitthvað sko, en skiptir ekki máli sko. En þegar konur hér ganga og jafnvel í sko með hylja á sér andlitið, þá getur ekkert annað heldur en bara horfst í augu við það að þessar manneskjur eru algjörlega all-in í Íslam sko. Það er bara 1, 2 og 3 hjá þeim, það er alltaf ekki að aðlagast. Algjörlega. Veist, mér er alveg sama hvað þú kallir þetta einhverja virðingu fyrir Múhameð eða Allah eða eitthvað kjaftaði sko. Þetta er bara heila þóttur sem að kemur fram í þessari rörsýn sem þetta fólk hefur á lífið. Þú meina horfa á þessi múslimaríki, hvað er þau 46 sem að, hvað er að gerast þarna? Ef þeir hafa ekki olíu, þá er ekkert að gerast. Þeir eru bara aftur á 7. öld og svo koma þeir hingað, við séum hvað er að gerast í New York núna, það er einhverjir söfnuði múslim einhverstaðar út á götu, kyrjandi eitthvað, Allah Akbar eitthvað, það verið að kjósa þarna mann sem er talin vera svona liberal og bara vestræn, en fyrir múslimunum er þetta einhvern svakalegu sigur fyrir Íslam. Já, það er ekkert forsenda fyrir því að setja einhvern borgarstjóra einhverstaðar að það er breyta borgin í einhvern Íslamsríki, sko. En sko, þetta er mjög góða punktur. Okkur vestræna manninum er legið á hálsi fyrir sko að sögulega hafi við verið kúarar og píntarar og við höfum verið með nýlendur í þriðja heims ríkjum og brotna þar yfir með miklu harræði og sem bara þessi nýlendu stefna, þetta er bara, það er alveg bara sér fræði í háskólunum sem að ganga út af þetta í félagsvísindadeildunum. En sko nýlendu stefna Íslam, hún er náttúrulega sko margfalt, hvað ég segja, áhrifameiri og þetta er bara allt frá dögum Múhameðs að þá hefur þetta smátt og smátt verið að hertaka lönd og svæði og það er einmitt gert bara með, það er að segja, þeir byrja bara að koma inn í löndin og svo verða þeir smátt og smátt í meirihluta. Sko þeir hafa náttúrulega í fyndinni sko, bara til Norður Afríka og Miðausturlönd,
þetta var allt lagt undir Íslam bara í lok 7. aldar sko og og það allstaðar þar sem já. Algjörlega og hvað var það ekki bara í 700 árið eitthvað konasjónin rudduðu þessu burtu Isabella og Ferdinand en sko þessi ríki sem hafa tekið upp Íslam hafa aldrei gert það vegna þess að þeim hafi verið stundið eitthvað trúboð. Þetta allt verið með valdi og hervaldi og morðum og dauða sko. Þannig að við erum átt okkur á því hvernig þessu hefur breytt út sko. En svo reyndu þetta í Evrópu, þeir komist ákveðið inn í Evrópu en voru ekki stoppaðir við Vín, hvernig var það? Mástu það, 1683 eða eitthvað leiðis. Það var einhver pólskur hersöðingi sem bjargaði. Það má nú ekki setja stitt á hana því það er rasíst sko. Sá ég ykkur staðir ykkur spjallið ég man ekki nafni á hana því miður það var mikil hetja sem að koma að bjargaði austurríkismönnum þegar þeir voru við að tapa fyrir einhverjum soldátinum frá Tyrklandi sko. Þetta núna stefnan önnur hérna hjá bræðralagi múslima að fyrir svo bara sækjum hæli og fjölga sér svo bara nógu mikið og fara þá leiðina þessu sko. Og ég sá mjög áhugaverða tölfræðilega staðreind sem að stjórnmálafræðingurinn Matt Goodwin að benda á núna í greinaskrifum og viðtölum að árið 2063 þá verður, það er árið sem að hvíti maðurinn verður í minnihluta í Bretlandi sem sagt samkvæmt gögnum bresku hagstofunar og svona lýðfræðilegum gögnum og mannfjöldaspá og alltaf þá er 2063 þessi skurpunktur er að þú veist en heima fólkið í Bretlandi verður komið í minnihluta og undir 40 ára gerist þetta miklu fyrr þá þeir verða komir eftir 25 ár þeir sem fæðast í Bretlandi í dag þegar þeir verða 25 ára gamlir þá verða þeir innfættir Bretar sem fæðast í dag þegar þeir verða 25 ára gamlir þá eru þeir í minnihluta í sínu einlandi það er bara smá tími 25 ár, það er bara smá tími sko. Og þetta er þróun og þetta er náttúrulega nú þegar orðið svona í stórum borgum eins og í London og man ekki hvaða borgir hann nefndi það sem að heimamenn hvítir eru í minnihluta fjöldi borgarstjóra sem eru að þessum með því sko. Og nú erum við ekkert að tala um eitthvað þú veist hvíta kynþáttinn per se eða eitthvað ég er að tala bara þú veist bresku þjóðina og sem að verður minnihluti í sínu eigin landi bara svona innan tiltölulega fárra ára þannig séð og Snorri Másson er að tala á Íslandi um þessa hættu sem að hlýsta því að við erum hætt að fjölga okkur og við erum bara að flytja inn útlendinga þetta er alveg aktúelt mál sko mál að þetta snýst ekki kynþátt sko þetta snýst menningar sko byltingu í rauninni sko, þú veist, ef að fólk að þessu meiði væri að aðlagast og vildi bara stunda, veist, virða allir þessi mannréttindi, það er ekki tellið allt upp bara, veist, jafnrétti kynjana og réttindi samkynhneigðra og trúfrelsi og tjáningafrelsi og þeir væru sáttir við aðskilnað kirkju eða trúar og ríkis sem nú hluta þessu, það er þetta Saria kjaftaði að það er bara einu lögin sem átt að taka marka og það eru lög Múhameð sko þú veist, þetta er náttúrulega ekki samrýmanlegt okkar gildum og bara það sem að veist, og þetta vælum það að við höfum einhvern tímann gert eitthvað af okkur í fyndinni sko, mjög merkilegt er að Íslendingar eru að væli við því hvað gerðu við á okkur síðast sko? Við vorum að drepa hvort annað hérna á 13. öld sko, í einhverju sturlunga borgarstyrjöld sko og við hefum ekki ráðist á aðrænum við vestfirðingar, ég nú þaðan sko, við berum kannski ákveði að drepa nokkra Spánverja þarna. Það var Baskavín. Það var eitthvað miskilningur það var ljótt sko, en það var ekki við fórum ekki með her gegn öðrum sko, við hefum aldrei gert það. Far svo að tala um það við erum eitthvað samviskupið yfir því við erum múin að vera kúa ykkur aðra þjóðir. Við hefum ekki þessi nefnt að kúa Færeyinga sko, sem við myndum kannski ráða við. Þú veist, ég meina þetta er fáránlegt. Þetta er svo heimskulegt og alltaf svo að fara aftur í söguna, jafnvel sko í krossferðirnar eða eitthvað sem var ekki reglulega vel lukkað hjá kirkjunni fyrir einhverjum 100 ára sko, það er enginn að tala um það að við ætlum að vera að halda múslímunum, gera það ábyrga fyrir öllum morðunum og nauðgununum sem að Múhameð stóð fyrir sko við erum bara að segja í dag viljum við siðbót, við viljum nútíman hérna og við viljum að þið tækja þátt í þjóðfélagi sem er það besta í heiminum. Evrópa er evrópska samfélagið sko, gildin og allt þetta sem við hefum lagt heiminum til
er það besta sem til í dag sko. Þú veist, öll þessi réttindi sem við höfum gengið í gegnum, þetta var náttúrulega allt í klessuðuna fyrir 500 árum síðan kannski, eða það er að vera að brenna galdramenn og eitthvað svona kjaftaði sko. En við erum bara að lifa nú í dag og það þykir að fara að segja að við höfum eitthvað skilið, eitthvað slæmt af því að einhverjir Evrópubúar á sama kynþætti og við hafa verið að níðast á einhverju fólki einhvers staðar í Afríku. Hvað þessi spull þetta? Og þetta er svo rétt sem þú segir einmitt, sko, þetta eru þau samfélög sem eru eftirsóknarverðust og með hæstu lífsgæðin og skilyrði. Og vísindi og tækni og allt þetta sem við komum út úr þessu. Og það er einmitt þess vegna sem að fólkflutningar hingað eru í stríðum straumum, en þá er einmitt svo einkennilegt að þeir vilji þá taka með sér þá menningu sem að þeir eru í raun að flýja. Þetta er óskiljanlegt. Sætta sig ekki við sko okkar gildi, eða bara, við erum að gildi en bara sætta sig ekki við okkar samfélag. Það á bara að vera einhvern veginn öðruvísi. Það á bara að vera trúarlegs eins og það er heima hjá þeim og eflaust er þetta að finna eitthvað jákvætt við það, ég skal ekki segja, en ég meina maður blasir nú ekkert við sko. Það er ótrúlegt hvað er erfitt að ræða þessi mál. Þú lendir alltaf í þessu sama sko, að þú ert alltaf það er alltaf ykkur í næsta húsi, ykkur Ómar eða Móhamed sem er bara fínasti kall sko og fínasta fólk sem er alveg í lagi sko og er ekkert að kassast upp á þau, bara kurteist og hjálpsamt og allt svoleið sko. Og það er, þetta viljum við ekkert vera gera fólki eitthvað meinskilur, en við getum ekki búið til samfélag þar sem þetta fær að grassera sko. Við getum ekki tekið við slíkum hópa að þetta verði ofan á. Og ef það er ekki hægt að samþykkja það að innan íslensks samfélags eða evrópsk samfélags verði sko íslamsk samfélag sem að fái að vera lifa sjálfstæðu lífi og á endanum náttúrulega verða að taka bara yfir. Já. Það er og láta hann að vera fólk trúfrelsi og allt það að fólk stundar sína trú í sinni Moskvu eitthvað, en þegar menn eru að leggjast á skeljarnar á Ráðhústorginu í Kaupmannahöfn og halda ykkur að risa íslama bænastund skilur, af hverju heldur þú að segja því? Er það bara því að þeir eru svona hóvarir í sinni trú bara á, nei, þeir eru að tróða þetta bara eins og ykkur sagði þetta, sem ástæðu hundar mýgutan í staura, sko, er að merkja þessi svæði. Þú veist, það að vera íta þessu yfir það sem fyrir er. Það er það sem við erum að gera, sko. Fyrir ekki að ég gleyma alltaf mikið. Það er einmitt og í raun og veru þessar myndir sem að þú ert að vísi, ég sé þetta á Ráðhústorginu eða á Stóra torginu í Stokkólmi, sem það ekki heitir. Er svona bara þessar svipmyndir sem maður sér af einhverjum svona stórum þessum samkomum þar sem maður verið einhverja bænastundir og kyrjanir sko, einhverjum finnst þetta bara afskaplega fallegt, en það er mjög skuggalegt að sjá þessa þróun innan þessara norrænu stórborga. Algjörlega sko, og þetta ekki að líða þetta sko, en það sem ég finnst rauninni að því að tala samvinskupið, ég veit ekki sko höldum við að allt sem að við erum að gera og allt sem við eigum og allt sem við hefum byggt upp eða forfeður okkar eða við skulum segja bara ömmur og afar sko, mömmur og pappar, veist. Þetta er fólk sem átti ekkert mikið af peningum og veist, aðeins með kartöflugarð út í garði til að kartöflur ekki að kaupa þér í kaupfélaginu. Það geta hann bara ágætlega, rollukofar út alltaf því þú vildir fjárm með í kjöt sko og svo voru menn á sjónum og druknuðu þar í stórum stílu eins og alla fjölskyldu þekkja og ekki eitthvað síst mín sko. Þetta er það sem við byggðum upp þetta landskilur og svo allt í einu erum við vælandi aumingjar yfir ykkur með eitthvað samviskubit yfir því að einhverjir hvítir menn hafa verið vondir í Afríku og við að bera ábyrgð á því. Við séum svo slæm í umhverfismálum, við erum best í heiminum með 85% af okkar orku úr endurnýtanlegum orkugjöfum skilur og við erum að væla alla dag yfir því að við stöndum okkur ekki nógu vel. Og við erum bara að opna veskið. Við erum að opna veskið og þú getur haldið svona áfram, jafnrétti kynjana, við erum á toppnum á öllum mælikvörðum, alþjóðlegum mælikvörðum í bara áratugi held ég bara og við hefur verið að væla það að konur séu kúar einhverju feðraveldi. Þú veist, hvaða djöfulsins væl er þetta? Þetta er bara hugsíki og svo erum við með að því konum inn á umhverfismálin mér, hvaða aumingjar hafa haldið okkar hagsmuni, var það ekki Parísar samkomulegar sem ákvaða einhverja prósentu minnkun? Þú veist, hvaða rugl er það? Evrópusambandi, veistu hvað meðaltalið af endurnýtanlegri orku í Evrópusambandin er? Eða var það allavega fyrir 1 eða 2 árum síðan? Já, það er allavega margfall minna heldur en hér á Íslandi. Það er 22%.
og stóru iðnríkin, Þýskaland, Frakkland, Ítalía, þau eru langt fyrir neðan 22%, sko. Við erum í 85 og norðmenn í 70, einhverjum 75, samkvæmt einhverjum tölum frá Eurostat sem eru kannski 2 ára gamlar eða 1 árs, það er nú kannski ekki breyst mikið. Og við erum einhverju samvið, sko, veist, fyrir utan það, við mælumst ekki, við erum ekki til í þessu bókhaldi, við erum svo lítil. Og svo sitjum við undir því, mér segja að hugsa utanríkisráðherra úr flokki sjálfstæðisflokknum, sem hefur nú svona einmitt verið kannski það sem maður hefði haldið að veri svona sæmilega jartengt og er á móti sköttum og ykkur í vitleysu. Kemur maður náttúrulega sigri hrósandi yfir því að nú eigi að hækka allt vöruverð í landinu með því að leggja umhverfis kolefnisgjald á alla skipasiglingar af Evrópusambandinu. Við vorum einmitt að ræða þetta við Frosti Sigurjónsson fyrir vikunni. Hvað er í gangi? Og hafa ekki svona biðjum undanþágur af því að við ætlum að vantarlega, þetta er svo mikið þjóðþrifa mál. Hvaða land í Evrópu er eins háð skipaseglingu eins og Ísland? Þannig töluvert styttra til Möltu skilur heldur en Íslands. Þessar kvaðir eða þessi gjöld á skipaseglingar velta út í verðlagið sko hækkunum sem að hvert einasta 1% í hækkun sko vísitölu neysluverðs fer út í lánin hjá heimilunum, 20 miljardar fyrir hvert einasta prósent sko. Þannig að þetta er akkurat, ég veist ekki því líkar yrðar sem við erum að taka á okkur fyrir ekki neitt, af því eins og þú sagðir, þú veist, þó við myndum hætta að losa algjörlega, þá myndi það ekki hafa neina áhrif á kostnaðið. Og þessi hugmyndafræði að skattleggja skipin muni minnka ykkur á losun, mér hvað heldur þú Eimskip fara að draga upp segl til þess að komast á milli og spara þetta? Nei. Losunum verður alveg svo sama. Það verður bara konsensus á milli félagana það, þetta bara hækkar aðeins verðið og svo bara heldur lífið áfram. Þetta er galið. Og af hverju er þetta? Þetta er allt komið upp úr þessu helvítis, fyrirgefðu, ég bölvaði það svo mikið, þetta er svo pirrandi. Að þetta kemur allt upp úr þessu væli og aumingja hugsunargangi að við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að sanna okkur fyrir stóru strákunum út í útlandum, skilur. Við erum með svo lítil og við erum svona ægilega, veist, eitthvað, sko, við erum best í heimi og hérna. Þessar þjóðir sem eiga að vera stoltar af því að hafa byggt, sko, bestu lífsskilyrði á plánetunni jörð og allt þetta. Þau eru sko heila þegin að því að við séum ekkert annað en krabbamein á plánundinu jörð, við höfum að skammast okkar og draga saman seglin og helst að skríða bara onni í hólu sko. Það er svolítið stemningin. Ég sko bara líka, ég meina, veist sko þetta er örgastæli einn til þess að fara bara verða bara blöng sko ef við höfum okkur svona, það er þannig og það sem við eignast og þetta samfélag sem við höfum unni fyrir þessu, þetta er bara erfiði og puð og vinnusemi og þetta er ekki eitthvað sem að, veist, við höfum ekki, sko, þetta kom ekki upp í hennar á okkur bara fyrir heppni sko. Nei. Þú veist, og fólk verðist búa við einhvern forréttindi á okkur að hafa náða að byggja þetta upp. Veist, þetta er alltaf byggjalegt þetta land hérna, þetta er bara klæki og rókskilur. Það er ekki eins og einhverju hafi verið mokað undir raskata á okkur, einhverju dekri. Nei. Það er langt í frá. Og hérna, og ef við ætlum ekki að gæta, veist, ég verð bara að sjá og segja, mér bara er ofar í huga bara börnin mín og börnin þín og bara þetta samfélag sem er einhvern stór fjölskylda, þú sé nú að rífast alla daga sko, allt í góða með það, bara svo góð heimili, að hérna heldur en að fara að bjarga einhverju fólki hérna með netturum sem er búið að drepa helmingina nágrannir sínum og komið í vandræðum út af því sko eða einhverju öðru. Bara tough luck, berðu bara ábyrgðar. Við erum ekkert að fara, hverju heldur að breyti fyrir heiminn að við tökum hérna það mikið að fólki úr þriðja heiminum sem búið að koma sér í vandræði eða komið í vandræði út af einhverju. Sko oft er þetta bara sjálfskapavíti, þetta eru stjórnvöld stundum, einhvern einræðisherrar og eitthvað svona viðbjóður en hérna þeir eru ekki byggt mikið upp þó þeir hefðu tækifæri til þess. Sér hvað gyðingarnir eru búin að gera í Ísrael, þeir eru búin að með vatnsreynsistöðvar, reynsa sjó, þeir eru búin að byggja upp agra og ræktaland þar sem var bara eyðimörk áður. Býta ákveður ekki meira af þessum ríkjum eins og þessum arabaríkjum að gera það sama til að bjarga sjálfum sig. Málið er einmitt það sko, og það var einhver tölfræðingur sem var að sýna fram á þetta, að það er alveg sama þó þú takir milljónir frá þessum stríðshrjáðu eða einhvers konar þriðja heimsríkjum sem að þessum lífskilirinn eru verri, ef þú takir milljónir það og nú færið til Evrópu, þá breytir þú engu það sem er heima fyrir, þau eru náttúrulega að halda áfram að fjölga sér líka það skríðalega það sko. Það er ekkit verið að taka á rót vandans ef þetta fólk er að flýja eitthvað ástand þá er ekkit verið að taka neitt á því ástandi heldur. Nei, ástandi er áfram og það og það er bara að færa sko vandamálin dreifa þeim
meirum plánutuna því að þegar þau síðan koma til Þýskalands eða hver sem að koma þar í milljónavís og leggjast þar upp á kerfin, velferðarkerfi þá náttúrulega dregur það úr lífsskilyrðum allra þar. Já, og við erum bara að hugsa okkar sko. Það er ofta að tala góða fólkið. Mér finnst það svolítið, það er nú sem að sagt í hæðnistón, en sko málið að góða fólkið er ofta til vonda fólkið. Þú veist, hvað á það að þýða ef að þér finnst það alltaf númer 1 skilur ef einhver kemur með veikt barn eða bara sjálfur veikur og þarf heilbrigðisþjónustu, mér finnst náttúrulega toppurinn þegar var einhver hælisleitandi hér sem mátti einhver geðran vandamál að etja og það voru einhverjar konur sem vildu hjálpa honum að þurfti náttúrulega að fá geðlækna aðstóð og annað slíkt í kerfi sem er algjörlega hruni hjá okkur sjálfum sko. Leið og þú tekur við ykkur inn í þetta kerfi okkar, hvort sem það er bara félagslega kerfið eða heilbrigðiskerfið, að þá ert að sko taka þjónustu frá þínu eigin fólki. Það er bara þannig, góðmennskan er nú bara svo að þér finnst að hann Jón í næsta húsi sem á einhver vandamála etja, hann eigi bara að fara aftur á listan sko. Og hvaða góðmennska er það? Fólk hugsaður voða lítið út í þetta. Ég held að fólk væri hugsandi en það er svona spurning hversu djúpt það nær sko. En þetta er bara svona. Já. Það er ekkert öðru sér þetta. Og við horfumst ekki í augu við kostnaðina þessu. Það var einhver manneskjaði núna var það ekki Snorri Másson, hann heldur duglegur að standa upp í vindin en var að tala kostnað af þessum hælisleitendamálum. Það fór hann að horfa á sko fjárlögin og eitthvað 6-8 milljarðar. Hvað heldur að heilbrigðiskerfi beri fyrir þetta? Menntakerfið og félagslega aðstoð sveitafélaga. Þetta er margfalt auðvitað. Margfalt, þetta er ekki boðlegt að tala svona, þú veist. Afgreiða þessu umræðu bara með því að þetta er bara 6 milljarðar á fjárlögum og svo fer þetta fram úr fjárlögum oft á tíðum. Svo ég held að fólk gerir sér enga grein fyrir þetta fólk sem er núna að kalla Snorra Másson rasista og nasista og svo framvegis. Það hefur enga tilfinningu fyrir því sko, hver þróunin er að verða og til dæmis eins og í Bretlandi. Það er sko, ég held að það sé alveg 100% að maðurinn svo Nigel Farage sem hefur verið svona kallaður eitthvað populisti á jaðri breskra stjórnmála. Hann verður á nokkuð svafa í mínum huga forsætisráðherra Bretlands eftir næstu kosningar sem eftir nokkur ár. Að vegna þess að þróunin er þannig að fólk hlustar ekki, fólk nennir ekki lengur að hlusta á stjórnmálamenn sem eru í einhverju svona elítu klúbbum að láta eins og allt sé gott og hlusta ekkert á almenning. Sem betur verið það breytast. Og það er sama hér á Íslandi að ef að fólk heldur að miðflokkurinn sé upp í hæstu hæðum núna, þá býðið bara á sjáið. Þetta á eftir að verða margfalt fylgið hjá þeim. Þess að þeir eru bara að tala þessi mál sem eru aktúel og raunveruleg vandamál og hættur sem að steðja að íslensku samfélagi. Það segir allt þessu umræðu og þetta fólk sem að tala svona rasisma eitthvað. Það ekki rökræðuna. Býta á hverju rökræðið ekki? Á hverju komið þá ekki með ykkur á útskýringar að þessi tölfræði sem menn er að varpa fram séu röng? Það er að þér hafi ekki rök. Það var bara alltaf að stimpla fólk. Ef þú viðkennir ekki að séu 60 kyn sem er nú mest að fyrra sem að ég held að vita enginn í heiminum sko, hvað þessi kyn heita einu sinni sko, sem að menn er að presentera, þá ertu eitthvað skona transfóbik. Veist, ég skildi nú aldrei þessu umræðu þetta með hann Snorra sko, því að hann var að tala um að það veri hans skoðun að það veri bara 2 kyn. Veist, ok, menn getur verið ósammála þá ef þeir hafa eitthvað rök fyrir því. En þá er þetta alltaf að fara að vera eitthvað transfóbik. Ég sko nú ætla ekki að móðga það að særa og ég vona ég fæs ekki að valda einhverjum sjálfsvígum einhvers staðar sko. En er ekki þetta transspurningum að vilja vera af hinnu kyninu af þessum tveimur? Akkurat. Ég held það. Og hvað ertu að gera transfólki með því að segja að það séu 2 kyn? Það er enginn að segja að þið get ekki liðið þannig að vilja vera á öðru kyni en það er. Þú veist, þetta er ótrúlega umræða. Af hverju þessi æsingur í kringum þetta? Það er af því það er á bakvið þetta einhverjar hugmyndir um þessu 70 kynin eða eitthvað, ég veit ekki veistu hvað þau eru mörg? Ekki hugmyndir, ég heilt 72 en staðrindin er auðvitað svo að líffræðileg kyn eru 2 og þó að menn sé að benda á einhverjar skrýtnar greinar sem að vísindavefurinn hefur verið að birta, þá er það ekki verið að segja neitt annað en að það sé alls konar breytileiki innan kynjana og ég hef nú haldið það. Ég meina, þú veist, við erum konur og þú tekur allar konur, þá eru það allar mjög ólíkar sem slíkar. Það hefur hver sinn karakter. Það hefur verið með ólíka karaktera en í grunninn eru við bara 2 líffræðileg kyn. Þeir eru fættir að skilgreina
Já, bara Þessi svona breytileika sko innan kynjana og það benda á það sem að séu ykkur miljón kyn sko, þetta er alltaf bara þetta er þvæla sko. Við tungumáli er náttúrulega þannig að við erum að reyna að skilja heiminn og skilgreinan og við erum með líffræði og eins og nefnir og allt þetta sko og það sé orðið eitthvað tabú að nota einhverja slíka mælikvarða bara til þess að skilja hvað við erum að tala sko. Þú veist, það er bara á hvaða staður við komnir það er bara galið sko. Veist, og það er líka þetta sko. Mér er bara alveg sama hvaða fólk veist, það getur bara haft hlutin eins og það vill og bara gert það sem það vill og enginn ekki ég allavega myndi mér noktið að þetta í huga að fara að kassast upp á fólk út af ykkur í svona skilgreiningum hjá fólki sko. En hérna af hverju óskopunum þurfum við alltaf að vera einhvern veginn að taka þátt í þessu hvað möst er það að við séum einhvern veginn að viðurkennandi einhvern veginn, veist það, ég er fullan skilning að við hefum ekki verið að kastast upp á fólk sko og skipta okkur að því sem okkur kemur ekki við sko. Við höfum verið sammála það í aldir eða áratugi að bara þú veist, þú mátt gera það sem þú vilt svo lengi sem þú stýrir ekki á tætnar og náunganum en þetta er auðvitað það sem þú ert að tala er partur af þessari woke menningu að þá er bara svona staðreindum og tölfræði eða líffræði jafnvel, bara hreinlega að kasta til hliðar fyrir einhverja tilfinningar og tilfinningar sem að, þú veist, þú ætti að vera að sýna hversu góð manneskja þú ert sko. Ég man eftir ég sá svona afhjúpandi myndband sko, að það var maður sem er í háskóla í Bandaríkjunum út á kampusnum að taka viðtöl við stúdenta og hann spyr konu, þú veist, hvort hún gerir einhver athugasemd við það að hann segir henni að hann er 4 ára gamall fullorðinn maður með skegg og hún er, ef þér líður þannig já, sjálfsögðu, þú veist bara, ertu heiladauð, þú sko og náttúrulega, nú ertu bara orðin svo undirgefin þessum tíðaranda og þessu rugli og þú fara hann að láta ginna þið út í svona ruglspurningar en það segir svona rosa mikið þessa stemningu ég veit ekki hvað, þetta er svo skrítið sko, það er svo ég veit ekki, þetta er eins og það sé eitthvað trúarhópur sko, þetta er svolítið svona heilaþvottur og trúar sko, ef þú ert ekki með í þessu þá ertu bara óvinnur Þú bannfærður Þú bannfærður sko, við skulum sleppa þessi ég játa bara, það sem ég er að segja hérna er innblásið að skilningsleysi sko, ekki af mannvann sko ég er bara, veist, ég er ekki heila til að ná utanum þetta og bara fyrirgefur, ég er kannski aðeins svo gammal til þess en ok, við förum svona aftur að þú ert í raun og veru þarna í starfiðinu sem vararíkissaksóknari þegar þú lendir í þínu persónulega lífi að maður sem er hingað kominn sem hælisleitandi var hann að ógna þér og fjölskyldu þinni með beinum hætti að þú tjáir þig opinberlega í fjölmiðlum þá það er kveikjan af því sem verður að lokum þín starfslok sem að er hreint út sagt ótrúlegt því að það fann að voru ofboðslega margir sem voru þeir svo þakkláttir fyrir að segja frá og bara opna munnin ólíkt svona því sem við þekkjum úr opinbera kerfinu og stjórnmálamannu jafnvel að þeir segja bara, þú veist, raunverulega hugsin. Hvernig sérðu þetta núna? Ég meina að þetta er brjálæði hvernig þetta þróaðist. Sko já, ég var búin að fá áminningu hérna 2 árum áður sko, sem var svona undanfærið sem hún fór fyrir ég er í listfróstörfum því að ég var svona að verja útlendingastofnunum þegar þau verið að rannsaka þarna mann sem að vildi fá hæli vegna þess að verið samkynhneigður það var verið að gagnrýna það lögmaður hans var að gagnrýna það og eitthvað verið að efast það sko og ég saði eitthvað að leiða þetta rannsaka þetta og setti svona ykkur í kersni aftan í sko, hvað er ykkur skortur á hommum á Íslandi sko. Það var náttúrulega ekki meining mín að þeir veru margir heldur bara, eigum að flytja inn og ég vissi náttúrulega af sem að ég vissi ekki fólk alltaf fylgjast vel með en það var ekki mikið að fréttum það en það var skýrsla greiningadeildar ríkislögreglustjóra 2019 held ég að vera með skipulega brotastarfsemi þar sem kom fram að einhver hópur af múslimskum köllum hefði komið hérna vegna þess að veru ofsóttir fyrir kynhneigð sína í heimalandinu og voru svo stutt eftir þeir komu. Það var ekki 1 eða 2 sko, samkvæmt skýrslunni, ég veit ekki hvað eru margir sem voru að falla að brjóta kynferðislega gegn konum sko. Þannig að það blasti nú fyrir mér þó ég sé ekki sérfræðingur í hinsegin fræðum að þeir væru nú kannski ekki samni kynhneigðir fyrst ekki veldu þennan markhóp og þannig að þetta var svona bakgrunnur að því sem ég sagði sko. Svo hleypu fólk upp eins og mér sé að nú hérna utanríkisráðherra ég var ykkur trömpisti og móti samkynhneigðum og allskins snúaðis alveg á hvolf sko. Því að fólk hefur náttúrulega
það þykist hafa leyfi til þess að leggja mann orði í munn. Já, stempla mann. Þessi spurning skortur á homum á Íslandi. Ég hitt ágættan vinn minn sem samkynhneigður og hann sagði, já, það skortur á homum á Íslandi og ég sagði, ok, já, ég bara veit ekki, ég bara spurði því, skilur. Ég var ekkert að svara spurningunni. Að en svo þarna þá þetta tjáði ég mig ágættan blaðamann á Vísi og ég kannski hann byrt allt, sko, ég baði hann ekki að lesa það yfir þannig ég er ekki vissum að allt verið orðvitt eftir sem ég sagði en ok, það var örugglega að vanda sig en vorum að ræða bara þetta og veistu, ég sagði eitthvað þá leið að hér væri hópur af fólki sem að væri ekkert að virða okkar samfélagssáttmála og væri ekkert aðlagast og þessi maður auðvitað tilheyri þeim hópi, sko og nefndi þess að leigubílstjóra sem er endalausa sögur af hryllilega sögur eins og þessi sagað þegar eitt að tók ölvaða konu með sér heim til vina sín sem fór upp í bílni á honum og þeir nöðguðinni og hann kerði hann heim og rukkaði hann fyrir farið. Ekki bara sögur, staðfest. Þetta er bara ákæra, sko. Ákærum. Já, og fullt af frásögnum af áreitni og dólsæti bara á myndbönd, þessi taxihöndir ef nú verið að taka upp myndir af þessu og bara þetta að meira sé að talað þetta sé að skerða eða skatta orðspor Íslands sem ferðamannalands. Og ég bara nefndi þetta væri bara eitthvað veist, ekki líðandi og við hefum ekkert með svona að gera og þetta mátti ég ekki segja áliti margra og ég heyri það hjá svona fólki í þessum kreds sem ég var, sko, að það má ekki segja svona, ég held að inn í þetta komi líka bara þeirra eigin hræðsla, sko þú veist, þeir segja, við meðum ekki segja svona hvað getur gerst ef ég segi svona vanhæfi, ég var í þessu kerfi 28 ári, ég var aldrei vanhæfur í einasta máli nokkuð tíman, sko og þú metur hæfið þitt, sko þú veist, ef þetta er eitthvað skilt eða þú hefur átt eitthvað samskipti við viðkomandi eða afskipta málinu, þá kannski þetta víkja og það bara gerist það kemur ekki til veg fyrir að geta í geng starfiðinu þó að koma einhver tíman einhver svona segja að þetta ákæra leigubílstjóra fyrir nauðgun og menn myndu finna út til hann nú búin að tjá sig leigubílstjóra, ok, hann er þá ekki ákæra þennan leigubílstjóra ok, hann getur tekið allt þitt þetta er ekki almennt vanhæfi, sko og missir ekki sko hæfið til þess að gegna starfinu þú bara gæti þurft eitthvað tím að víkja sæti í einu máli eða eitthvað út af ykkur og þannig að þessi þvæla og þetta komið mjög mikið óvart ég var bara í sumarfríi fyrir vestan í sveitinni og fæ ég bara eitthvað tölvupóst þetta, sko, ég hef nú sagt frá þess aður ég kannski ekki endur dag en er enginn að hlusta á þetta en samt, þú veist, minna þarna eru við með, ekki talandi dæmi það að Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari hún augljóslega hreinlega undir miklum áhrifum frá þessum hópi sem að talar það er eina skýringi sem ég finn, sko, því að það er ykkur Selma Setar og Selma Erla eitthvað sem haft sér mikið í frammi og verið duglega að flytja inn einhverja Palestínu araba núna bara síkasti og fleiri þeim kreð sem að hlaupa á stað með einhverja kæru og eitthvað kjaftaði einhverja hatursorðara, það er nú búið að fá niðurstöðu og ekkert hatursorðara fólk inn í þessu, sko og ég tjáði mig líka um þessi sólari samtök, sko, ég saði eitthvað þá leið að þeir lét sér létturúmi liggja hvaða bakgrunn fólk hefði sem það verið að draga til landsins og þeim fannst það náttúrulega ekki, mætti ekki segja það En er það ekki satt? Ég meina þau eru ekki beint að gera einhverjar ítalegar bakgrunnsrannsóknir eða það er eiga náttúrulega ekki að stjórna því hverju kom til landsins fyrsta lagi, sko, og það geta náttúrulega ekki gert einn bakgrunnstek það var nú reynda ég fekk nú svona eftir áræðanlegum heimildum þær upplýsingar að þessi fjölskyldusameining sem þær tóku þátt í með því að því virðist múta landamæravörðum í Egyptalandi til að koma fólki frá Gaza yfir landamærin sem var búið að fallast á einhverja fjölskyldusameiningu á hér í Íslandi ég hef áræðanlega heimildi fyrir því að sko að í þeim hópi hafi Ísraelar varað við þeir fengu listan Ísraelska leyniþjónustan og var beðin að hafa ísraelsk yfirvöld og þar á leiðandi leyniþjónustan komið inn í það af einhverja milligöngu fyrir íslensk stjórnvöld aðstofa við að bjarga þessu fólki burtu og þeir vöruðu við einhverjum 10-15 í þessum hópi þeir væri bara það bara var gefið til kynna að þeir tengdust bara einhverju hryðjuverkastarfsemi með einhverju slíku og þessum hópi sem var á þessum lista fjölskyldusameiningu ég veit ekki og að fluttu til Íslands á endanum ég gerir ráð fyrir því að þeir hafa komið með þessum sem voru Sjanghæjar hérna yfir landamærin og þeir ganga núna hérna samfélagið og ég velti bara fyrir mig hvaða ráðstafanir hafa íslensk stjórnvöld gert til þess að vernda gyðinga hérna sem búa á Íslandi
verandi búin að flytja inn fólk sem er þennan bakgrunn. Ég meina, austuríska leyniþjónustan var að finna vopn í Austuríki sem telja til Hamas og töldu ástæði til að ætla myndu hafi staði til að nota til hryðjuverka í Austuríki eða í Evrópu og ekki ólíklega gegn gyðingum þar. Og veist, hvaða stöð eru við að búa til hérna? Við hugsaum ekki eins og út í það sko. Og erum ekki að gera neinar öryggisráðstafanir þar á lútandi. Veist, það enginn að segja þetta var, ég man ekki hvernig það var 80 manna hópur en ég menna það enginn að segja allur hópur en sé svona en þarna voru menn á milli sem að leynaþjónustan þeirra sem að og ég get alveg sagt það, þeir vita hvaða skónúmer þú notar sko, þeir veist þessi ísraelska leyniþjónustan er svo öflugast í heimi, hún veit allt og hún veit allt þessa gæja sko ég get ekki fengið tannupínu að þess að færa það í tölvu hjá sér sko þannig að það er ekkit engin ástæða til þess að efast að þeir viti allt sem hægt að vita sko. Þetta ég meina það ekki að hlusta á þetta. Það hefur verið bent á. Enga varúðir. Það hefur komið jafnvel ISIS-liðar. Já, það var eitt fluttuburtu. Og við tókum á móti með bara með skrúgöngu móti manni sem að tilheyrir bræðralagi múslima. Bræðralega múslima er hugmyndafræðina bak við öllu sér hryðjuverkasamtök. Að tróða Íslami yfir allan heiminn. En sko, maður fikk hælið 8 fluti en burtu, það voru einhver hópar af fólki lítill sem var eitthvað gargandi yfir óréttlætinu og það fikk hæli. Ótrúlegt. Maður velsi fyrir sér, það er eflaust margir sem að starfa sem opinberir starfsmenn sem að sjá þessa hluti en augljóslega hafa hljótt sig eða þóra ekki að tjá sig og hugsa náttúrulega eðlilega bara þeir þurfi að gæta þess að halda sinni vinnu og svo framvegis. Ég skil það vel en þetta er bara Ég líður bara þannig að ég sé að svíkja bara þetta samfélag ef ég þegi sko. Mér líður bara þannig. Það er svoleiðis. Bara þessi þöggun við Svíarnir gerðu þetta. Við töluðu ekki nokkuð skapaðan þetta mátt aldrei tala að vera neitt að. Ég var ekkert á fundi með sænska ríkisaðstæðanum og ég var svona að spyrja hvernig væri með þessi no-go zone og þetta vesenni á þeim. Það er ekkert vesenni okkur sko. Bara fyrir 4 árum síðan eða 5. Það er ekkert vesenni, það mátt ekki ræða þetta sko. Og svo færði einhverja hægri flokka. Það er ekki verið að kalla þetta fjárhægri flokka. Jú, það er nýjasta nýrið. Það er eins og komið frá Miðausturlöndum en og sumir að þeim eru bara rödd skynseminnar, aðrir eru eitthvað meira en það. Sko, af hverju þarf þetta fara út í svona mikla öfga til þess að sé hægt að gera eitthvað? Viljum við ekki reyna að hafa bara skynsemin í þessu og fólk sem er svona í góðu jafnvægi, skilur sé að sjá til þess að hlutinni sé í lagi og öryggi sé í lagi, heldur að þurfi alltaf eitthvað svona, eitthvað hóp sem er jafnvel svona jaðra við að vera kannski hættulegir í sumum tilvikum, sko. Þú veist, við viljum það ekkert. Mér finnst það mjög verið hvað það er, en hugsaðu núna, þú veist að því að núna hefur lokið störfum og er nú bara reynda að fara að snúa þær að lögmannsstörfum, hefðbundum lögmannsstörfum á ný? Já, ég hef sem aldrei gert það. Í fyrsta skipti í raun og veru. Með lögmannsréttindi frá 2001 sko, sem ég tók út og er að bíða eftir að fá hæstaréttar lögmannsréttindi ef að hæstarétti þóknarlegt sko. Ég er náttúrulega búin að flytja 134, tók þetta nú saman daginn, 134 mál í hæstarétti og einhver 58 í landsrétti og 300 í héraðsdómi, þannig ég er mikla reynslu með fyrir þessari mál og það er náttúrulega sennilega leitun að öðrum sérfræðingi í efnahagsbrotum. Og mig sko. Þannig mér datt ég að bjóða bara þessa þjónustu mína og það væri kannski einhverju sem hefði skilning á því að ég hefði eitthvað til málun að leggja, þekkjandi allt kerfið og búin að flytja alla gerðir að saka málum og meðal annars þessi flóknustu. Og hvað, er þetta ekki raun og veru topp staða sem þú ert komin í núna, það er að segja að þú heldur þínum launum og þú getur unnið sjálfstætt? Ég held þeim nú ekki að fullu, því sem haldið að haga sko. Hvernig er það þá? Ég er eitthvað með eitthvað 83% sem ég var með sko. Já, en þetta er þetta er tilkomið en þess að Sigríður Friðjónsdóttir, hún fer með þessum brössugang fram gegn þér og vill þig út og þannig að þú sem opinber starfsmaður hefur þín réttindi þá er það bara þannig að þú heldur launum en þú getur starfað sjálfstætt. Þetta er náttúrulega bara Þið sér ákvæði í stjórnarskrárinni, 20. grein stjórnarskrárinnar sko, embættismenn og ég var einn af fáum embættismennum sem er æviskipaðir sko. Þannig að þeir náttúrulega að breyta því sem ég snúið alveg fáránlegt þvert hann í tilmæli Greco sem í úttekt fyrir nokkrum árum síðan sem þeir lögðu til að skipunartími saksóknar er tryggður lengdur, það veist ekki 5 ár. Þeir fara auðvitað hér.
öfutaði hér sko og því að ákæruvaldi þannig alltaf að vera hafið yfir allan grunnum það að vera haga ákvörðunum sínum í samræmi við vilja einhverja stjórnmálamanna eða einhver annar sko. einhvers konar spillingu. Ég meina að þú segir upp sko lögreglustjórar eru saksóknarar og þú segir upp lögreglustjóra það skipar hann ekki áfram og skipar enga skýring á því hvað á trúeigu að hafa á ákæruvaldinu. Lögreglustjórar að flytja kannski 80% af öllum sakamálum í landinu sko. Þeir eru unni saksóknarar líka og með lögreglustjórn. Var þetta kannski bara því að hann ákærði eitthvað ættingjar á þeirra fyrir ölvunarstjórn. Nú er ég bara að taka svona þegar í stæmi sko. Er það trúverðugt? Er það trúverðugt ef að einhver í kreðs eða flokki ráðherra þarf einhver aðstoð? Er það trúverðugt að viðkomandi ákærandi geti haft þá tilfinningu að það sé eins gott að fara vel með málinn því að annars verði staðannars auglýst og hann missi vinnuna? Þetta er það sem er að tryggja með því að menn séu skipaður ótímabundið. Ég skil það. Til þess að við höfum örugt kerfi. En ég vil manga bara spyrja þig, er eitthvað í þér sem að einhver eftirsjá að hafa haft í fram í þessum málum, hefur kjósa þú fengir bara að vera áfram vara ríkissaksóknari á þess að rugga neinum bát og myndir þú taka þetta tilbaka eða hvernig lítur á stöðuna í dag? Nei, ég sé ekki eftir neinu og ég bara hæst ánað með þetta og ég er ekki einu sinni að nenna að vera í ykkur fílu við Sigríði sko. Mér þótt alltaf vænti á Sigríði og við vorum góði vinnir sko. Mér finnst hún að hafa farið mjög vittlust í þetta og svo hún fréttir í gær sá þannig kannski í Morgunblaðinu hvernig farið þið með þetta valdennar sko. Nei, ég var bara sáttur sko. Þetta starf var eitthvað sem ég ætlaði bara að stunda áfram sko. En ég er bara spenntur fyrir því að prófa eitthvað nýtt og eins líka þetta. Ég hef töluvert mikið frelsi til þess að gera ef ég sýnist svo ekki neitt sem að kannski án og ekki alveg við mig sko. Þannig að ég reyna að finna eitthvað svona milliveg og held að ég hafi bara helling fram að færa. Ég er ágætis lögfræðingur svo ég segi sjálfur frá eða allavega held ég það og kannski þess vegna fór ég í þessa stöðu sem ég var í sko. Það var ekki af því að ég hefði bara legið á meltunni og ég hafði bara eitthvað fram að færa. Og nú er það svo ef fólki vantar góðan lögmann að þá ert þú bara til taks getur tekið þér alls konar mál og með allar þína reynslu. Það er ekkert lítið sem að kemur með á borðinu þar. Nei, ég held ekki sko, ég held að blasi við sko. Og ég er búin að fást við alla bestu lögmenn landsins og allar verjendur og allar kúnstir sem hægt er að hafa uppi í vörnum sakamanna og ég þekki þetta allt út og inn og hef svarað þessu öllu saman. Ég held að ég allavega ef ég myndi lendi einhvernum vandræðum þá kemur nafnið þitt mjög ofalega í huga hjá mér að ringi þig. Helgi Magnús, ég held ekki að halda þetta lengur, þetta er ákveðlega langt hjá okkur en þetta er líka ótrúlega áhugavert spjall. Já. Virkilega gaman að fá þig í heimsókn og ég þakka bara kærlega fyrir komuna. Þú klippir örugglega út bjölvið í mér eða ekki? Jú, ég tekur dýppi þetta. Takk aftur kærlega og gangið vel með allt þetta sem þú ert að gera. Já, þakka fyrir mig.